Já, sæl veriði, Kristján heiti ég hérna hjá 50 Skills og með mér er hérna Jón frá Bara Tala og við erum að kynna nýtt samstarf sem við erum að byrja á milli 50 Skills og Bara Tala og tengingu á milli þessara tveggja kerfa. Nú áður en við byrjum þá langaði mig aðeins að fá að heyra frá þér Jón, bara hvað er Bara Tala fyrir þau ykkar sem hafa aldrei heyrt það áður? Bara Tala er lausn sem að býður upp á starfstengt íslenskunám. Þannig að við sérsmíðum íslenskunámið fyrir hvern og einn vinnustað. Þetta er leið til þess að gera íslenskuna aðgengilegri fyrir alla og í dag eru 130 fyrirtæki og 14 sveitarfélög sem eru að bjóða upp á Bara Tala fyrir erlenda starfsfólki sitt til þess að læra íslensku. Þetta er auðveld leið, þetta er leið til með því að sleppa málfræðin, sleppa því að æfa sig að skrifa ritgerðir og bara tala með þeim orðaforða sem að þú nýtir í vinnunni. Því að við vitum öll að tungumálið er lykillinn að samfélaginu, hvort sem að það er á vinnustaðnum eða í samfélaginu. Og við erum með mjög stóra vinnustaði núna og ein af áskorununum er kannski sú hvernig á að tengja svona marga einstaklinga bæði þegar þau koma inn og fara úr fyrirtækinu og með þessu samstarfi þá sé ég þessa lausn virka mjög vel til langtíma fyrir stærri fyrirtæki. Frábært Jón, takk fyrir þessa kynningu á Bara Tala. Ég ætla að taka aðeins við og sýna hvernig hægt er að tengja þessi kerfi saman inn í 50 Skills og minni bara á að ef þið viljið koma svona tengingu á hjá ykkur þá getið þið haft samband við teimi hjá Bara Tala og á heimasíðun ykkar er að senda tölvupóst, hvernig best að hafa samband? Já, sendið bara beint á jongunnar@baratala.is og þá komum við á tengingu með ykkur. Frábært, ég ætla að sýna ykkur hvernig þetta virkar. Takk fyrir þetta Jón. Takk. Nú, þannig að ef ég held áfram hérna með kynninguna og sýna ykkur hvað við erum að eiga við, þá förum bara og opnum hérna svona venjulegt, eins og við köllum það onboarding-ferli. Þannig að við hjá 50 Skills erum sem sagt búin að búa til lausn sem heitir Journeys, sem þið getið kynnt ykkur hérna á 50skills.com og hún virkar þannig að þið getið bara stilt upp ykkar eigin verkferli alveg eins og þið viljið. Og í þessu verkferli þá getur það til dæmis verið þannig að það er verið að ráða nýjan starfsmann. Og þegar búið að ráða nýjan starfsmann eða ákveða að ráða einhvern, þá byrjar það nú yfirleitt á því að safna alls konar upplýsingum viðkomandi, nafn og kennitölu og hvort að viðkomandi eigi að fá vinnufatnað og fleira, til að hægt sé að útbúa ráðningarsamning og fleira því tengt. Og þá er búið að stilla upp ferli sem gerir nákvæmlega það og fyrst er byrjað að safna upplýsingum, svo er jafnvel búið að taka gervigreind og láta hana skoða hvort að allar þessar upplýsingar séu réttar og í lagi. Og svo bara heldur ferli áfram. Ef að upplýsingarnar eru í lagi, þá viljum við bara láta búa til ráðningarsamning og fylla út allt sem er í ráðningarsamningnum, allar breytur sem eru þar og halda áfram. Jafnvel senda ráðningarsamningin í undirritun og þegar búið er að undirrita samningin og þá geta alls konar aðri verkþættir tekið við. Stofna í öðrum kerfum, láta vita hvernig við komum til að byrja og fleira í þeim dúr. Og stofna í öðrum kerfum, það er einmitt það sem við vildum sýna ykkur í dag. Ein leiðin til að tengjast Bara Tala er þannig að þegar til dæmis einhver er búinn að undirrita ráðningarsamning og er bara að gera það hluta af ykkar onboardingferli að þá sjálfkrafa er hann stofnaður í Bara Tala. Það er einn möguleikinn. Önnur leið er að segja, þetta á bara við þá sem við viljum haka við að eru kannski ekki íslenskumælandi og þá viljum við að þeir bætist við í Bara Tala. Það er annar möguleiki. Og þriðji möguleikinn, hann er sá að þið sendi kannski svona form út á stjórnendur þar sem þið eru spurðir, hvaða kerfi viljið að viðkomandi fá aðgang að? Stjórnandinn segir bara, ég vil að hann fái aðgang að Bara Tala. Birtist það bara í listanum hérna. Og þá er rauninni bara einfalt að bæta við hérna, bara ítið á plústakkan og veljið Bara Tala tenginguna. Og þegar þið veljið hana, þá getið þið vala, ég vil búa til notanda. Þannig að þegar að viðkomandi er búin að skrifa undir ráðningarsamning, þá gerist allir hlutirnir sem er hérna fyrir neðan, þeir triggerast allir á sama tíma og sömulegis allir sem eru hér fyrir neðan og það er þá að stofna notanda í Bara Tala. Þannig að skrifum það bara inn hérna og þá er rauninni í staðin fyrir að handvirkt þurfa að setja inn netfang og símanúmer og fleira, þá ítið bara plúsinn og veljið netfangið, veljið símanúmerið sem ræðir. Nú, hvað á viðkomandi að heita í Bara Tala, bara heita sama nafni og hann heitir, fullu nafni
og sömuleiðis ef þið viljið setja inn deildina hjá viðkomandi, ef þið hafið upplýsingar það, þá bætið þið við ef það á við hjá ykkur og ítið á vista. Nú, tengingin einfallega komin núna þegar þið ítið á Publish Changes, alltaf þegar einhver í rauninni þá onboardaður í ykkar onboarding ferli, þá stofnar þið bara að tala. Nú, ef þið myndið vilja hafa einhvers konar filter á undan, þá getið þið bara bætt því við, sagt, ég vil bara þetta eigi við ef að viðkomandi sagði í formi að hann ætti að fá bara að tala. Það getur stilt þetta eins og þið viljið. Nú, þannig virkar þetta í onboarding. Þið getið líka, í staðin fyrir að viðkomandi sé onboardar alltaf í hver skipti, að þá getið þið í rauninni valið bara að gera það í getum form. Þið eru kannski með helling af starfsfólki sem að glemdist að setja þið bara að tala eða þið viljið bara að sé valfrjálst að skrá sig eða eitthvað slíkt. Þá getið þið bara einfallega sagt, er bara hlekkur á form, getið bara afritað þennan hlekk og sett hann til dæmis á innri vefinn ykkar eða hvað sem það sem að sendt tölvupósta fólk með þessum hlekk, hvað sem það sem hendar. Og sagt til fólk, ef þið viljið fá aðgang að bara tala, þá fyllið þetta út. Nú, ef fólk fyllið það út, þá fer á stað bara einfaldur ferill sem að stofna þá sjálfkrafa notanda í bara tala. Þannig að það myndi það bara vera þannig að fólk fyllir þetta út og þá leið fær viðkomandi aðgang að kerfinu bara með sjálfkrafa hætti þegar búið að fylla út formið. Og nú þið getið líka bara breytt hvernig formið lítur út og hvaða spurningar eru spurðar og fleira. Þið stýrið þessu alfarið sjálf. Nú svo er síðasti valmöguleikinn og hann sá að það er eitthvað að hætta á vinnustanum. Viðkomandi sagði upp, var sagt upp eða er komin á eftirlaun eða hver sem ástæðan tímabundin ráðning, að þá getið þið verið með það sem við kallum offboarding feril. Þá eru kannski alls konar hluti sem eiga sér stað þegar einhver hættir. Það getur verið allt frá því að bara setjast að annað ferli að finna nýjan einstakling í starfið eða biðja starfsmann sem hættir að segja af hverju hann að hætta og svo framvegis. En eitt af því sem líka hægt að gera að loka á kerfi og það gleymist oft þegar fólk að hætta á vinnustöðum og loka á kerfinu og þá getið þið bara einfallega bætt við, eins og ég er búin að gera hér, bara ítið á plústakkan. Ég vil að þegar einhver að hætta, þá vil ég velja bara að tala og loka á notanda. Nú ef þið hafið aldrei notað 50 skills áður, þá getið þið farið bara í smellið bara á get started takkan og maður sjá, oft bara nýjum glugga fyrir bara 50 skills ítið á get started takkan, þá fáið þið svona valmynd að skrá okkur inn eða búa bara til aðgang og það kostar ekkert að búa til nýjan aðgang og þá fáið þið aðgang að vörunni í held ég 2 vikur áður en þið þurfa að taka endanlega ákvörðun. Mér langaði líka að sýna ykkur að á síðunni bara að tala, ef þið hafið samband við þau eða okkur hjá 50 skills, að þá getið þið fengið bara svona sniðmátt tilbúið hvernig þetta virkar. Þið þurfið ekki að setja þetta upp sjálf. Og hér sjáum við dæmi alls konar sniðmátt, dæmi offboarding feril og fleira og þá sendum við bara hlekk á ykkur. Þá sjáum við allt sem ég var að sýna ykkur og þið ítið bara einn takka til að fá þetta inn á ykkar aðgang. Hvernig virkar síðan sjálf tengingin? Bara hvernig þetta sett upp? Það sem þið þurfið að gera er að þið þurfið að hafa samband, tengingin lítið svona út, þið ítið á integrations og veljið bara að tala, hún mun birtast hjá okkur. Og það eru bara 3 einfaldar stillingar. Ég veit þetta lítur flókið út fyrir þau ykkar sem hafa ekki sett upp samþætting á þér, en þetta eru bara 3 hlutir sem þið þurfið að fá. Það heitir API key, þið fáið það frá bara tala teiminu og setið hann í. Hann falinn hjá mér að því að ef þið myndu sjá hann þá gætu þið bara farið að stofna notendur í okkar bara tala aðgangi, hann viljandi falinn. En þið þurfið að biðja bara að tala þessar upplýsingar, API key og setja þær hér inn. Svo þurfum við að fá inn það sem heitir Company ID og Company Secret og þið einfallega eyðið þessu út og setið inn Company ID í staðinn og gerið það sama og ítið á vista og þá er tengingin komin. Þannig að biðið endilega bara tala teimið þetta eða mögulega getið nálgast þetta bara inn í bara tala vörunni, inn á stjórnborðinu eitthvað þar. Þannig að prófið þetta endilega og hlökkum til að heyra hvernig gengur og ekki hika við að hafa samband eða lendið í vandræðum eða eitthvað. Takk fyrir.